Sæl aftur. Davíð Oddsson varla alveg horfinn úr umræðinu hér á landi þótt það væri væntanlega eitthvað eftir efnahagsástandinu hvað seðlabankastjóri áberandi, en Davíð lét formlega ráðherraembætti og þingmennsku í dag. Í tilefni dagsins veltum við því fyrir okkur hvers fólk mun minnast eftir pólitíska stjórnartíð Davíðs, hvort það verið Perlan, Ráðhúsið, hagvöxturinn og skattalækkanirnar, Bermúdaskálinn, fjölmiðlafrumvarpið, Baugsmálin eða eitthvað allt annað. Hingað komið þau Illugi Gunnarsson sem nú orðinn fyrrverandi aðstoðarmaður Davíðs, Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra og Margrét Frímannsdóttir alþingismaður. Verið velkomin. Takk. Byrjum bara á því, hvað var að besta, hvað stendur upp úr eftir hennar langa valda fyrir borgarstjóri forsætisráðherra á síðasta hann stórt spurt, hann hætti nú bara held ég svona upp úr 2 í dag og hver veit nema hans glæsilegasti ferill eftir að verða einmitt í Seðlabankanum, það er ekki útiloka það. En aðeins pólitíska ferli, já ég held að það er margt sem minnast og margt sem held ég þess vert að menn myndu segja þetta eitt myndi sennilega halda hans nafn á lofti, en ég held að kannski þetta mestu skipti svona þessi almenni bara hagvöxtur, kaupmáttaraukning fyrir svona okkur venjulega fólki í landinu. Að mestu skiptir okkur að við erum að borga lægri skatta núna, við höfum meira í launaumslaginu og sama tíma búið að auka mjög framlög til menntamála, heilbrigðismála og félagsmála. Þannig að ég held að þetta sé auðvitað hans stóra arfleið og hafa líka leið stuðlað að því að auka frelsi okkar, það sé að auka bara svigrúm einstaklingsins. Þannig að kannski þetta er sannlega það staðist, en það er þetta líka margt annað sem þetta kemur upp í hugan, en þetta helst. Margrét, þú sem hefur verið á öndverðu meiði við hann í pólitík allir tíð, hvað finnst þér best? Ég held að það er bara persónuleikinn, sterki persónuleiki sem er komið fram í stjórnmálunum og þó við séum á öndverðu meiði að þá náttúrulega er það bara þannig að þarna fer gífurlega sterkur stjórnmálamaður og það halda völdum bæði í borginni og eins inn á þingi eða stýra skútunni þetta lengi sem hann hefur gert. Það í raun og veru er það sem að stendur upp úr. Ég get farið í langan debatt hérna þannig illu um þessa orðræðu sem hann er búinn að læra utan á að koma með. En þetta er það sem að mér standa upp úr, það er þessi sterki karakter sem Davíð Oddsson er. Þannig að maðurinn sjálfur, ekki verkið? Maðurinn sjálfur, já, ekki verkið. Maður muni eftir honum fyrst og fremst vegna þess að þessi sterka persóna skíni gegnum allt sem hann hefur gert. Guðni? Já, ég held að umlykið hann óvenjuleg pólitísk stríðsgjafa. Allt heppnaðist. Áhættumaður og áræðinn. Því verður maður ekki að segja sumt heppnaðist? Já, sko, við getum hugsað okkur bara upphafans ferils. Barn einstæðrar móður í þessa mikla valdaklíkuflokki sem Sjálfstæðisflokkurinn er. Það er ekkert auðvalda á bakvið hann, það er engar ættir. Hann kemur bara á hvítum hesti, verður borgarstjóri, strákur, loðinn og ungur. Og síðan hérna kemur hann með vopnabraki miklu, býður sig gegn glæsilegum formanni Sjálfstæðisflokksins, fellir hann, Þorstein Pálsson, og gerist forsætisráðherra. Á erfið ári kreppu tekur við að vísu góðu búi frá Steingrími Hermannssyni og okkur þá. Var ekki óma verðbólga og nýkomin á þjóðarsátt? Nei, við kláraðum þjóðarsáttina en hann hefur haldið vel utan um þetta og síðan náttúrulega sjáum við að Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið í miklum umbrotum og átökum og það má segja að í 14 ár hafi hann stjórnað þessum stóra sterka flokki með augnaráðinu einu sem sýnir náttúrulega hvað maðurinn er sterkur en það hefur hann gert með umhyggju og kannski svona á þessum degi hugsaum við svona það mannlega. Það get ég sagt og það get Jóhanna Sigurðardóttir segir líka Guðmundur Árni og fleiri sem að setja með hann ríkisstjórn að hann þykir einstaklega vænt samstarfsmenn sína og hugsar af umhyggju þá. Það þekki ég og það þekki fleiri þannig að það er gott að vinna með hann. En ef við fyrst spyrjum að því hvað hefði staðið upp og hvað verið að besta, þá var eðlilegt að spyrja hvað var það versta eða hvar var þá botninn á þessum langa ferli, finnst þér? Eða það sem var misheppnað, mest misheppnað? Ég kann ekki að nefna það á þessum degi, það var misheppnast hjá honum en auðvitað voru fyrstu árin erfið í kreppunni 91-95. Það er enginn vafi að fyrstu 2 ár Davíðs sem forsætisráðherra voru nokkuð erfið og hann bjó við töluvert mótlæti. En hann kunni að læra og hann kom inn á þingi, ég minnist þess bara 1993, óskaplega sterkur og svona svolítið breyttur, búinn að ná tökum á þinginu, hélt utan um sín ríkisstjórn. Síðan hefst svona þessi farsæli ferill þar sem hann gerist svona þessi þjóðarleiðtogi og nær mönnum að sáttaborði og gerist mjög sterkur og hættulegur andstæðingur til dæmis í kosningum 95-99 þá maður fann óttast jafnvel að hann ná í hreinu meirihluta. Þannig að svo eru þetta í þessu eins og hjá öllum mönnum sem takast af í pólitík, hæðir og dalir
En stríðsmaðurinn Davíð mér eftirminnilegu félaginn og hans sakna ég. Margrét, Guðni nefnir ekki fjölmiðlafrumvarpið? Nei, þetta var það fyrsta sem ég datt í hug. Það er kannski því að það er nú ekki svo langt síðan og ég hef svo sem ekki gefið mér tíma til þess að fara ofan í hans feril alveg. Davíð var nú að vitna það í dag, hann saknaði margir fjölmiðlafrumvarps og las fyrir fjölmiðlamenn akkurat leiðara dagsins þar sem að hann sá að þetta var nú kannski... Frá Sigurði G. Guðjónssyni sem að óska eftir nýju fjölmiðlafrumvarpi, það hefur við allt gert. Hitt var bara svo afspurning. Og það er líka sem stendur upp, sko, það er það að stjórnunarstíllinn sem Davíð hafði, í fjölmiðlamálinu hefði mátt í raun og veru komið veg fyrir allt það gjörningaveður sem þá var, bara með því að leita samstöðu, þverpólitískrar samstöðu. Og nú bíða menn eftir að sú nefnd sem að skipuð var og náði sameiginlegri niðurstöðu að það komið frumvarp í kjölfarið sem verði betra heldur en það sem var. Og þetta er svona það sem stendur upp úr plús það að það féllu þá orð sem að mér finnst ekki sæma forsætisráðherra forseta Íslands, einstaklinga sem að, þegar forsætisráðherra hefur tekið sæti, hann er auðvitað kosinn á þing sem fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, hann er forsætisráðherra í skjóli þessa meirihluta Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks, en hann verður engu að síður forsætisráðherra allrar þjóðarinnar. Og það sem að upp úr stendur þau stórirði sem falla menn og málefni og fullyrðingar gagnvart eins og gerðist í fjölmiðlamálinu og þá kannski forseta Íslands. Þetta finnst mér bara ósköp einfaldlega að menn sem þær manneskjur sem gegna þessu embætti eigi ekki að gera. Illu, þann tíma sem þú verið aðstofamaður, var fjölmiðlamálið, var það mál þegar mest næddi hann? Já, ég held að það sé nú alveg ljóst að það var auðvitað mesta átakamálið. Það voru auðvitað fleiri mál sem voru stór og mikilvæg og svo sömu kannski sem voru mikilvæg voru ekki eins mikið í umræðinni en skipta máli held ég fyrir land og þjóð. En auðvitað er það þannig að svona mál eins og fjölmiðlafrumvarpið eins og við heyrum þessa umræðu situr svolítið eftir og ég tala nú ekki eftir þessa atburði núna síðustu daga, þá er eðlilegt að það rifjist svolítið upp. Og hvað varðan þetta, því hún nefndir þetta með ummæli forsetann, Margrét, þá er það þannig að það er ekkert skrítið þó að helstu leiðtogar þingsins finni að því með mjög föstum hætti þegar forsetinn gengur gegn þinginu eins og hann gerði á þessum tíma. Það er alveg eðlilegt að menn sem eru svona á hold og blóði taki þá svolítið sterkt til orða, en það voru þetta miklir atburðir. Ég held reyndar, af því þið voru að velta fyrir ykkur hvað það er sem að kannski hefði upp á vanta hjá Davíð Oddssyni eða hvernig það nú væri. Ég sá að þið ákvað að spyrja mig ekki að því og ég takk ykkur kærlega fyrir það. En það er kannski eitt sem ég svolítið verið að velta fyrir mér, að Davíð stóð fyrir því að það yrði þessi leysing í íslensku samfélagi. Það yrði þetta meira frelsi fyrir okkur til þess að athafna okkur. En kannski má velta fyrir sér hvort að honum og Sjálfstæðisflokknum hafi tekist það menn reyndu í fjölmiðlafrumvarpinu að búa til það umhverfi sem dugar til þess að halda í skefju með eða þannig regluverk sem þarf að vera í kringum hinn frjálsa markað. Og það er auðvitað það sem hann hefur haft áhyggjur af, til dæmis eins og varðandi stöðu Baugs hér á Íslandi, að samkeppni verði ekki tryggð. Og frjáls markaður, það sem er ekki samkeppni, hann náttúrulega snýst strax upp í andstæðu sína. Og ég held að það auðvitað er það sem kannski maður vonar að gerist þá núna á næstu misserum og árum, að Sjálfstæðisflokknum með Framsóknarflokknum takist að búa til þennan ramma sem þarf til þess að tryggja það að við búum áfram í lýðfrjálsu þjóðfélagi. En ég verð að segja eins og að umræðan undanfarna daga í blöðunum, sérstaklega Fréttablaðinu, vekum auðvitað upp hjá manni ugg. Það verður að segja þess að Heldur að þessi umræða, heldur að hún komi því nokkuð við hvernig eignarhald á fjölmiðlum er háttað? Heldur að hún hefði ekki alveg eins getað komið til þótt að þetta fjölmiðlafrumvarp hefði gengið í gegn? Ég held nú að atburðir síðustu dagar sé nú svo augljós dæmi um það hvernig eignarhald á fjölmiðlum getur haft áhrif og hefur áhrif á það hvernig að fréttaflutningi er staðið. Að ég eiginlega þarf ekki að svara því. Ertu þá bara að tala um Fréttablaðið, ertu líka að tala um Mokan? Nei, ég held að reyndar með Morgunblaðið að það hefur sýnt sig þar að ritstjóri blaðsins var í samskiptum við þarna til dæmis eins og með Jónínu Benediktsdóttur. En ef maður horfir á fréttaflutning Morgunblaðsins þá hafði einmitt það blað einsett til það að flytja fréttir af þessu máli þannig að það byggði á opinberum gögnum en ekki á til dæmis stolnum tölvupóstum. Eða byggja ekki fréttaflutning á opinberum gögnum sem það hafa undir höndum? Já, svo er það bara annað debatt sem ég geti haft hvort að allar þau gögn sem lágu opinbera væru í blaðinu. Ég veit það ekki því ég lesi þetta ekki svo nákvæmlega, en ég veit bara það að Styrmir Gunnarsson hefur lýst yfir að hann vildi ekki nota þau gögn sem hann hafði fengið í hendurnar með þessum hætti, en vildi byggja umfjöllun blaðsins á þeim heimildum og þeim gögnum sem voru til opinberlega. Á því er alveg regin munur og þarna myndi sýni sig það því miður að það sem var verið að reyna að gera á síðasta ári en forsetið því miður stoppaði var nauðsynlegt. Margrét, heldur þú að það hefði einhverju breytt?
þessa umræðu sem hún hefur verið Fjölmiðlafrumvarpið? Nei, engu. Og þetta er líka spurningin um það hvar fjölmiðlað fólk telur að skylda sín liggi semst í upplýsingagjöf til þjóðarinnar og til okkar allra. Og þetta hefur auðvitað verið erfiðir dagar, þessi síðustu dagar, og maður slegin yfir því sem er að koma fram í fréttum. En fjölmiðlafrumvarpið hefðu engu breytt þarum, ekki nokkrum sköpuðum hlut. Og það er dálítið sérkennileg þessi umræða sem að snýst núna allt það sem að þessi svokölluðu, eins og forsætisráðherrann fyrirverandi kallar baugsfjölmiðlar, að draga alltaf í efa allt sem þar er sagt og það fólk sem þar vinnur. Það er líka hluti af því sem að mér finnst að forsætisráðherra eða Davíð Oddsson hefði átt að láta ógert í sinni stjórnartíð. Það er þetta sem að vera alltaf að persónugera ágreining eða skoðanir sínar yfir á einstaklinga sem að vinna meðal annars hjá þessum fjölmiðlum og það hafi ekki verið við hæfi. Og alls ekki gagnvart forseta Íslands, auðvitað er forsætisráðherra persóna, auðvitað er það þannig að við erum það öll í okkar störfum. En það er bara ákveðnar kröfur sem að gerir sérstaklega til þessara tveggja embætta, forsætisráðherra og forseta Íslands. Sérstaklega. Við skulum ekki gleyma okkur í þessu máli sem er svo týnast í. Þetta er allt hluti af þessum stjórnunarstíl. Að ætla sér, eins og Guðni sagði, að stjórna með augnaráðinu einu saman. Það er auðvitað stjórnunarstíl sem ég get ekki fallist á, að sé hinn rétti og vafalaust hefur hann átt gott samstarf við sitt fólk í ríkisstjórninni og ég hef ekki heyrt annað til dæmis í ráðuneytunum. En inn á þingi hefur stjórnunarstílinn breyst mikið og vinnubrögðin á þessum tíma. Það er gífurlega mikill munur á því hvernig þingið er í dag og það var fyrir örfáum árum síðan. Til betra eða til hins verra? Til hins verra. Vegna þess að það er ekki reynt að ná þverpólitískri samstöðu nokkurt mál. Það er meira það að það sé verið að hunsa stjórnarandstöðuna og þá leið upplýsingagjöf til þjóðarinnar. Og þetta hefur breyst alveg gífurlega. Ég held að þetta orðið nú tvímælis og Davíð Oddsson hefur náttúrulega ekki farið með þingið því það er forsætisnefnd og forseti þingsins. Þetta er hluti af því að vera svona lengi við völd. Ég get alveg sagt að ég er öndveð í skoðun við þig. Ég held að störf þingsins hafi batnað verulega á síðustu árum. Ég til dæmis Ólafur G. Einarsson hafi verið mjög öflugur forseti og breytt þinginu. Og við sjáum það bara í vinnubrögðum, næturfundir, horfnir, markvissari störf, þannig að... Fjárlagagerðin miklu markvissari heldur. Markvissari eru störfin ekki og meðan koma frumvörpin frá okkur allt og seint. Þetta er bara hluti af þessum stjórnunarstíl sem þið hafa haft. Nei, ég held að... Menn hafa dálítið talað þennan stjórnunarstíl, oft stjórnunarstíl Davíðs, stjórnum svo dálítið sveinræðisar og upp á síkastíð hafa menn dálítið talað að Halldór hafi tileinkað sér þennan stíl. Það verið einræðisherra? Já, svona í þáttina. Það hefur náttúrulega búið að blása það mjög upp að þessir menn hafi nánast ráðið öllu tveir. Ef Davíð réðir ekki einn, það réði hann því með Halldóri. Það er svona þessi áróður stjórnarandstöðunnar til að skapa svona aðra mynd af þessum mönnum. Guðni minn, þú varst að segja frá sér réttunum um daginn. Þú varst að segja frá sér réttunum um daginn. Með? Öryggisráði? Liðingraði? Með öryggisráði. Ég var að tala um að klofningin í Sjálfstæðisflokknum er rétt á hann. Hún var að fara rétt með hérna sko. Ég var að tala um að vera komið stjórnarandstaða í Sjálfstæðisflokknum sem kannski stendur með þér. En tölum aðeins meira Davíð sjálfan og hvernig hann hefur hlutina. Sumir hafa sagt að svona sterkir leiðtogar eins og Davíð hlýtur að vera eftir að hafa verið formaður í 14 ár og svona virðist hafa verið nokkuð friðvænlegt í flokknum á meðan. Það er oft sagt að svona sterkir leiðtogar skilja eftir sig auðn. Nú virðist Geir Haarde verða formaður, bara nokkuð átakalaust og svo stefnir í það að Þorgerður verði varaformaður. Er verið að afsanna einhverjar auðnar kenningar með þessu bröði? Ég skal nú ekkert segja um það. Ég hef nú lítinn áhuga fyrir innri málefni Sjálfstæðisflokksins í sjálfu sér sko. Það er ágætt með að vera að starfa með þetta, sé friður þar, en ég held aftur á móti að Davíð hafi plægt svona akkur og skapar það frið. Og ég held að Geir Haarde sé með þeim hætti einnig að þó hann verði öðruvísi foringi að þá geti hann vel náð mjög sterkum tökum og þar verði svona eining innan bæjar. En er einhverju manni hollt að vera svona lengi við stjórn Samfylgd? Já, Castro er nú ennþá. Já, var það gott fyrirkomulag þar? Nei, það er nú allt annað fyrirkomulag. Ég held nú, sko, 14 ár, við séum að Davíð er að hverfa núna út á þeim aldri sem að margir okkar merkustu stjórnmálamenn voru fyrst að komast til valda. Og sumir þeirra voru mjög lengi fram undir 70 kannski. Þannig að hann nær þessu á ungum aldri, borgarstjóri, forsætisráðherra og lýðræðið gefur honum mikið fylgi í hverjum kosningum. Þannig að hann nær þessu auðvitað með lýðræðislegum hætti.
Svo má auðvitað velta því fyrir sér og auðvitað hafa menn velt því fyrir sér hvort Davíð væri orðinn leiður og svo framvegis svona síðustu árin. Ég er ekkert viss það. Mér hefur fundist hann vera mjög heilsteyptur í því sem hann hefur verið að gera og fyrir land og þjóð og mikil samstaði í þessari ríkisstjórn og einingum vinnubröðum. Illugi? Já, ég held að mér finnst þetta mjög interessant þessi spurning, sko, hversu lengi eiga menn að sitja og hversu lengi geta þeir setið. Og þetta fer auðvitað svolítið eftir manneskjunni. Og svona mín kynni af Davíð Oddssyni, þessi tæplega 5 ár sem ég hef unnið með honum, er það sem svona slær mig kannski, eða svona ég sem tek einna sterkast eftir, er það að honum hefur tekist einhvern veginn að aðskilja annars vegar persónuna sína og síðan þau embætti sem hann er að gegna. Og fáa menn þekki sem að taka sín eigin persónu jafn lítið alvarlega og hafa jafn gaman að því að gera grín að sjálfum sér og sjá skoplugu hliðina á sjálfum sér. En höfum við ekki alltaf séð minna og minna af akkurat þessari persónu síðustu árin? Nei, það reyndar auðvitað kannski gerist það svona þegar menn eldast að þeir kannski gera minna af því í sjónvarpi, en svona þegar menn eyða með þeim svona starfsdeginum, þá auðvitað er þetta sem að slær mann einna fyrst. En á sama tíma hef ég alltaf fundið það að Svo endar það að menn vilja vera skemmtilegir, það verður bara kallaði skemmtikraftur og þetta er svona veggur sem verður að ganga. Svo ég klári þetta, Gunnhildur, sko, að síðan á hinn bóginn, þá náttúrulega er það líka annað sem einkennir að hann hefur alltaf tekið mjög alvarlega sín embætti og vill að þeim sé sinnt af mikilli trúmennsku og festu og hefur gert það. Þannig að ég held að ef að menn ætla að sitja lengi og þá auðvitað í umboði kjósenda og eftir lýðræðislegar kosningar fá til þess fylgi, að þá held ég að þetta sé sá eiginleiki sem er mönnum hollastur og nauðsynlegastur til að geta sitja lengi. Að menn fari ekki að rugla saman persónunni og embættinu. Ég held að það hafi verið hárrétt ákvörðun hjá honum að hætta núna. Ég held að það hafi verið hárrétt. Ég efast ekki að hann hefði verið kosinn einróma á landsfundi Sjálfstæðisflokksins eða hann kosið að vera áfram. Davíð er hefur verið gífurlega sterkur formaður Sjálfstæðisflokksins, en hann hefur einn hæfileika sem ekki allir formenn hafa, sem að verða fyrrverandi formenn. Hann held ég kann að hverfa af sviðinu og gefa nýjum manni svigrúm. Hann hefur sýnt það þegar eftir að formaður Framsóknarflokksins var forsætisráðherra, hann steig til hliðar og hann í raun og veru, sko það sem að menn kannski töluðu það er alveg sama, hann mun alltaf verða forsætisráðherrann og við áttum í þinginu dálítið erfitt með að átta okkur á þessum stólaskiptum þarna fyrst. Ekki síst eitt svona langan samfelldan. Já, en hann hafði samt sko lag á því að stíga til hliðar og gefa Halldóri eftir sviðið mánuðum saman. Og það er ekkert allir sem hafa þennan hæfileika og ég held að hann komi til með að gera það varðandi Geir og Geir er mjög sterkur einstaklingur líka. Það hafa auðvitað eftir að reyna hann í forystu en Davíð er og sko verður örugglega alltaf semst í hugum okkar einhver sterkasti stjórnmálamaður landsins. Hvort sem við erum honum sammála eða ekki, þá ber maður virðingu fyrir honum sem einstaklingi og sem stjórnmálamanni. En fannst þér sanngjarn og ósanngjarn andstæðingur? Þetta er nú dálítið erfitt. Er það bara erfiður andstæðingur? Nei, sjálfur sér ekki sko, því að hann átti bara sína góðu spretti stundur sem sanngjarn og þá hugsa mér ok, þetta verður betra samstarf hér eftir. En þá kom hérna einhver rispan í þingsölum þar sem ekkert var gefið eftir og ekki til viðræðu og jafnvel striksað framhjá og svona ekki heilsað. Þetta er svona hans karakter og er hluti af þessum styrkleikans líka í raun og veru. Myndi ekki sakna þess að þarna komið frá maður sem að býr til nýju orð í íslensku og kallar fólk eða flokka afturhaldskomandi flokka og svona? Jú, þetta er skrautlegt og þetta gefur lífinu lit og pólitíska lífinu lit líka. Og þetta er það sem að kunni vel við og síðustu 2 árin hefur Davíð svona ákveðið mildast. Hann hefur gert það í sínu pólitíska starfi, kannski vegna þess að hann var svona leiðinn að þessari ákvörðun. En engu að síður að þá og maður með minnast hans á þann hátt, en maður mun ekkert gleyma heldur, sko þetta verður engin minningagrein skrifuð Davíð Oddsson, hann verður enn hluti af okkar pólitísku sögu. Enda á hann ekkert maðurinn, sko, ekki eldri maður en þetta. Hann er bráðungur maður og hann er að fara í Seðlabankann og hans þekking mun nýtast það vel. Nei. Það kom mér ekki á óvart. En þér, Guðni? Ég átti alveg eins von á því. Kannski kom mér aðeins á óvart, ég held að hann færi að skrifa en hins vegar finnst mér það ekki gagnrýnivert því að maðurinn hefur náttúrulega haldið utan efnahagsstjórn landsins svo lengi með glæsilegum brag að ég held að hann verði mjög sterkur þar. Þetta kom mér aðeins á óvart. Illugi, hvað verður nú um þig?
Já, takk að kærlega fyrir að spyrja. Ég sá í sjónvarpinu í gærkvöldi að ég væri á leiðinni í Seðlabankann og það var þetta alveg ótrúlega myndrænt, það var svona mynd af Seðlabankanum og Davíð ofan á Seðlabankanum og svo var ég hinum meginn á skjánum og færður svona yfir svona eins og í tölvuleik. Ég reyndar ekki að fara þangað og ég hef búið að hringja mig allan dag út af þessu og ég hef áhyggjur af því og vil endilega leiðrétta þetta því að ég ætla ekki að lenda í því að næst þegar hækka vextina þá segja menn sko ég var ekki andskotans rauðhæri gaurinn þarna sem að hækka alltaf vextina. Nei, en ég er bara ekki búinn að ákveða. Ég fikk SMS eitt ágæð sem var svona frá, held ég, vinum mínum á Skjá 1 sem var svona, ef þú átt hjól þá vantar sendil. En mér langar bara að segja eitt svona með varðandi formenn í Sjálfstæðisflokknum. Að við höfum haft mjög stutt, að við höfum haft gæfu að hafa mjög sterka formenn. Davíð er okkar allra sterkastu formennum, en ég er líka alveg samferða að Geir Haarde mun verða mjög sterkur formaður. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því þegar menn taka við í Sjálfstæðisflokknum. Kærar þakkir fyrir þetta öll þrjú. Við ætlum að fá að vita hjá honum Sigurði. Hvernig veðrið er og svo fáum við frétta yfirlit og íþróttir. Já.